Ef þið spyrðið prest eða forstöðumenn í safnaði það hvað altarisgangan þá áttu eftir að fá svolítið mismunandi svör. En í lútersku kirkjunni, sem að þjóðkirkjan líka hluti af, þar eru ákveðin rit sem að skilgreina hvað allir prestar eiga að kenna og hvað kirkjan játar í heild sinni. Það er að segja hvernig kirkjan skilur ritninguna. Einfaldasta nálgunin að því hvað lúterska kirkjan á að kenna að skoða fræðin minni sem hefur verið notað við skírnarfræðslu og fermingar undirbúning allt frá siðbótinni. Kennslan altarisakramenti í raun og veru afar einföld. Hún samanstendur af 4 meginspurningum og svörum við þeim. Og við byrjum hérna á fyrstu spurningunni, hvað altarissakramentið? Þetta auðvitað rétta spurningin til að byrja á. Áður við getum talað hvernig við að hafa altarissakramentið, þá best að vita hvað það Og skilgreiningin einföld, það hinn sanni líkami og blóð drottins okkar Jesú Krists undir brauðinu og víninu, handa okkur hinum kristnu til að eta og drekka stofnsett af Kristi sjálfum. Kristur gefur okkur samsagt altarisgönguna og í henni gefur hann okkur sinn sanna líkama og sitt sanna blóð. Svona skilgreining þarnast augljóslega stuðnings úr biblíunni sjálfri og því svona undirspurning hvar stendur það skrifað. Svarið þetta, þannig skrifa hinir heilugu guðspjallamenn Matteus, Markus, Lúkas og Páll postuli. Og hér samantekið úr mörgum stöðum, en við lesum það þannig, nóttina sem drottin Jesús var svikinn, tók hann brauð, gjörði þakkir, brautað, gaf lærisveinum sínum og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefinn. Gjörið þetta í mína minningu. Sömuleiðis eftir kvöldmáltíðina tók hann bikarinn, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þessi bikar hinn nýja sáttmáli í mínu blóði, sem fyrir yður úttelt til fyrirgefningar syndana. Gjörið þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Þetta innsetningarorðin sem þið einnig kemur til að heyra í hvert skipti sem þið gengur til altaris eða viðstaddur altarisgöngu í kirkjunni. Við höldum áfram í aðra spurninguna, hvaða gagn í því að eta og drekka þannig? Svar, það sýna þessi orð fyrir yður gefin og fyrir yður úttelt til fyrirgefningar syndana. Með þessum orðum okkur nefnilega veitt fyrirgefning syndana, líf og sáluhjálp í sakramentinu. Því þar sem fyrirgefning syndana þar einnig líf og sáluhjálp. Það orð Guðs sem að tengir sig og bindur sig við þessi efni, brauðið og vínið og þar af leiðandi líkami og blóð Jesú Krist einnig til staðar, þótt sem við skiljum ekki hvernig það getur átt sér stað. En þetta líka gert í ákveðnu tilgangi sem fyrirgefning syndana. Við höldum áfram í þriðju spurninguna, hvernig getur það að eta og drekka líkamlega gert svo mikið? Svar, það vissulega ekki það að eta og drekka sem gerir það, heldur orðin sem þar standa fyrir yður gefin og fyrir yður úttelt til fyrirgefninga syndana. Því þessi orði ásamt því að eta og drekka líkamlega höfuð atriðið í sakramentinu. Hverjum þeim sem trúir þessum orðum veitist nákvæmlega það sem þau segja, það fyrirgefningu syndana. Altarissakramentið þar af leiðandi guðspjallið, það lausnar orðin í áþreifanlegu formi sem brauð og vín. Hér tökum við Kristi af því að hann segir að hann sé nálægur. Það þýðir auðvitað það að Jesús nálægur hvort sem við trúum því eða ekki. Það ekki bundið við verðurleika pressins, ekki einu sinni verðurleika okkar sjálfara sem tökum við altarissakramentinu. Það hefur líka afleiðingar fyrir það hver getur tekið við sakramentinu. Ef við tökum við Kristi án þess að trúa á hann, þá það okkur hætta því við tökum ekki við lausnar okkar, heldur þá tökum við dómar okkar. Það því mjög eðlilegt að síðasta spurningin í altarissakramentinu spyrja okkur, hver tekur þá við sakramentinu verðurlega? Svarið slíkt. Fasta og líkamlegur undirbúningur vissulega góður siður, en sá réttilega verðugur og velhæfur sem trúir þessum orðum fyrir yður gefin og fyrir yður úttelt til fyrirgefninga syndana. Hver sem ekki trúir þessum orðum og efast þau, hann óverðugur og óhæfur því að orðið fyrir yður krefst algjörlega trúaðra hjartna. Altarissakramentið því fyrir þá sem að trúa orðunum að þetta líkami og blóð Jesú Krist til fyrirgefningar syndana. Allir þeir sem að taka þátt í altarisgönguna þurfa að trúa því. Það augljóslega eðlilegt að við væntum þess að presturinn trúi þessum orðum, en við þurfum líka að trúa því allir sem að ganga upp til altarins.
Altarisgangan fyrir okkur og við tökum við í trú. En einnig altarisgangan sameiginleg játning okkar okkar sameiginlegu trú á þennan sameiginlega Krist sem fyrir okkur öll. Þetta opinber kenning lútersku kirkjunar sem að allar lúterskar kirkjur verða að játa ef þær vilja kalla sig lúterskar. Þetta sem sagt opinber kenning þjóðkirkjunar en einnig játningabundna kirkjunar á Íslandi.